Prísi Guði, Guð góður, má ég heyra amen. Halleluja, hann hér í dag. Og mér langar bara að þið rísi á fætur. Ég sá ykkur strákar. Ég náði ykkur. En mér langar bara, ég finn anda ótta sem búið að grípa eitthvað fólk. Og mér langar bara að taka vald yfir þeim ótta í Jesú nafni. Ég hef dílað við ótta. Ég veit að margir hafa dílað við ótta. En þessi ótti, hann tilheyrir okkur ekki. Þannig að mér langar til að brjóta þetta vald í Jesú nafni, Við bara komum gegn þér ótti. Ég kem í gegn kvíða, ég kem í gegn þunglindi. Ó Drottin, ég bið frið sem æðri öllum skilningi inn í hjart okkar og hugsanir, Drottinn minn Jesús. Viltu hreinsa okkur, viltu helga okkur, Drottinn minn. Hjálpa okkur til þess að rata beina brautir. Og þegar við rötum inn í svona aðstæðu þar sem óttinn sækir að okkur, gjá okkur ná til þess að horfa á þig. Í Jesú nafni, því að þú ert höfundur og fullkomnari okkar trúar. Og við trúum á þig en ekki fólk. Við trúum á þig, Drottinn minn, en ekki aðstæður okkar. Við trúum á þig en ekki þessa kringumstæði sem við erum að gangi í gegnum. Og við tökum vald í andanum hér í dag. Halleluja, hann okkar hirðir. Hann okkar skjöldur. Mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum þá lætur hann mig hvílast. Hann leiðir mig á vötnum þar sem ég má næðis njóta. Og svo segir hann hressir sál mína. En þetta orð þýðir ekki hressa. Það þýðir að setja saman brotið hjarta. Það þýðir að endurreisa manneskjuna sem að þú ert. Það sem að Guð hefur skapað, hann vill endurreisa. Hann endurreisir sál mína. Halleluja, halleluja. Og ég bara tala þú út, hann endurreisir sál þína. Þú þarft ekki vera brotin og beygður. Hann hér til að mæta þér. Í Jesú nafni, yndisleg lofgjör í dag. Halleluja, gefum þessum snillingum bara gott klapp. Það ekki? Ég frétta frábæri kennslu hérna miðvikudaginn og það verður önnur kennsla komandi miðvikudag. Ég hvet ykkur til að koma. Verið trúföst út af því að við erum, ef þið hafi ekki orðið vitnað í, þá erum við gengin inn í nýja tíð. Það hefur engin orðið vitnað greinilega. Ég ætla að segja þetta aftur. Við erum gengin inn í nýja tíð. Halleluja, þannig að við ætlum að fara að breiða út vængin okkar. Við ætlum bara að fara að láta hlutina gerast með Drottni, hann fyrir undan. Við erum ekkert að fara án hans í Jesú nafni. Mér langar til að beða manninn minn að koma hérna fram. Hann búinn að vera hlaupum. Hvað eitt hlaup svona til eða frá? Alli neitar að koma. Alli, ég held á mikrofónum, þú verður. Yndislegu maður, stólp í ríki Guðs. Alli minn. Amen. Rísum á fætur. Akkurat. Við getum ekki risið oft á fætur. Takk Jesús. Ég þakka þér Jesús fyrir á náð og þá miskunn að við fáum að vera hér saman í húsi þínu, Drottinn minn. Það sem 2 eða 3 eru samankomnir, þar þú mitt á meðal, þar gleði, fríður og fögnuður í heilugum anda. Ég þakka þér að þú starfar hér, Drottinn minn, óhindraður Jesús. Ég þakka þér, Drottinn, að hjörtu okkar eru opin fyrir því sem þú vilt gera hér í dag, Drottinn minn. Við viljum taka móti einhverju nýju og fersku sem þú hefur fyrir hand okkur að færa, Jesús. Það orð sem þú hefur innblásið Sibbi, Drottinn minn, til að færa okkur í dag, við tökum á móti því. Ég auðmýkt í hjart okkar, Jesús, og með þakklæti, Jesús. Ég þakka þér, Drottinn minn, að þú ert að starfa í dag. Kraftur þinn sá sami í dag og í gær og með alda, Jesús. Orð þitt hefur ekkert breyst. Þú ert já og amen, Drottinn minn. Og á sannleika þínu þá stöndum við, Drottinn minn. Orð þitt sterkur turn og inni hann hleypur réttláti og þar óhulltur, Jesús. Við hvílum í þér og í öllu því sem þú ert, Drottinn minn. Smyrðu varir hans Sibbi þegar hún talar orð þitt, Drottinn minn. Gefðu okkur auðmýkt að taka á móti því, Drottinn minn, og megið að bera 100-faldaran ávöxt, Jesús. Við vitum að orð þitt, það fer aldrei tómt tilbaka, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það og við munum á öllum okkar vegum að gefa þér alla lofgjörð, dýrð og heiður í Jesú heilaga nafni og allir lífinu sagði Amen. Halleluja. Powerful. Takk Jesús. Eru þið tilbúin fyrir orgvers í dag?
Amen, það ætla ég rétt að vona. Í smá tíma, og reynda bara frá byrjun ársins, þá hef ég verið að tala það að þetta ár Arnarins. Þetta árið sem að litli andarunginn, Arnarunginn, ekki andarunginn. Við erum ekki kölluð til þess að vera andarungar. Við erum kölluð til þess að vera erfnir. Og ég hef talað það hvernig þegar Ísraelsmenn fóru í gegnum eyðimörkina, verkefni sem hefði átt að taka bara nokkra daga, mestalagi nokkra vikur, hvernig þeir bara einhvern veginn náðu ekki að höndla það sem að Guð var að gera í lífum þeirra, þannig að þeir fóru hring eftir hring, eftir hring, eftir hring. Og ég veit ekki með ykkur í dag, en hversu margir komin nóg að því að fara bara hringi. Má ég sjá? Halleluja. Ég nefnilega til í að við förum bara að rata beina brautir. Og ég virkilega trúi því það sem ég sagði áðan að við erum gengin inn í nýja tíð. Og ég vissi það í byrjun ársins að við myndum gera eitthvað stórkostlegt á þessu ári sem gerði okkur kleift að fara að stíga inn á landið sem að Guð hefur gefið okkur. Og nota bene vinir, Guð hefur gefið okkur land. Og það ekki nóg að vita af því, við þurfum að stíga inn á landið. Við þurfum að taka landið. Og það kemur svo berlega ljós þegar Guð að tala við Ísraelsmenn forðum daga í eyðimörkinni, að hann sagði við þá, það land sem þið stíið á, það verður ykkar. Þannig að verið ekki áhyggjufull, verið ekki í minnumáttakend, verið hugdjörf. Og hann segir það aftur og aftur og aftur við líðin, verið hugrök. Ég með ykkur. Og mér langar til að færa þér fréttir í dag. Guð með þér. Við höfum full ástæðu til að vera hugrök og glöð og spennt fyrir því sem að Guð að gera. Því að við erum að fara að ganga inn í svo mikið magnað að við höfum bara aldrei séð annað eins. Og ég bara tala það út. Og vinni til þess að við förum þangað, þá notar Guð óþægilegar aðferðir. Við vitum það rétt áður en Ísraelsmenn fóru inn í Kanasland að þá vissi Móse að hann myndi ekki fara með þau inn í Kanasland. Hann missti af. Hann fekk að sjá Kanasland og Guð gaf honum ljóð fyrir Ísraelsmenn, ljóð sem að var allt í senn hvetjandi, umvandandi, kærleiksríkt en líka ákveðin dómur. Og dómurinn ekki til þess fallin að við stöðnum, heldur þvert á móti. Guð gefur okkur tækifæri til að iðrast taka vopnin okkar á ný og ganga beina brautir ekki satt. Þannig að augun Guðs aldrei slæm. Hún getur verið erfið, en hún aldrei slæm, má ég heyra með. Og það sem að Guð segir við Móse, að þetta ljóð sem að Móse kemur sem innblásið frá Guði, hann segir við líðin, hann segir, Guð mun vekja upp hreiður ykkar eins og örnin vekur upp hreiður sitt. Og við vitum það að hreiðrið gert úr reynslu móður. Móðinin fer víða veröld, hún fer út allt, hún næri greinar og hún býr til þetta fullkomna hreiður. Hreiðrið til þess að unginn getur vaxið og dafnað í þægindum. Það gott að vera í hreiðrinu. Það gott. Og Guð hefur svo sannarlega búið til hreiður fyrir okkur og það getur verið eitthvað í lífinu sem hefur hjálpað þér að komast á þennan stað sem þú ert í dag. Guð nefnilega trúfastur vinir. Hann gefur okkur það sem við þurfum til þess að ná árangur, til þess að nærast, til þess að vaxa eðlilega. En vinir, við erum ekki kölluð til þess að vera í hreiðrinu alla okkar tíð. Við erum ekki kölluð til þess að lifa bara á reynslu mömmu. Eins frábær og reynsla mömmu þá mér ætlað að fljúga. Og mér langar að segja við þig líka, þér ætlað að fljúga líka. Og Guð að kalla kirkju sem ekki tilbúin að liggja bara í hreiðrinu, heldur fara að fljúga. Fara á þá staði sem hann hefur kallað okkur til þess að fara. Og vinir, þetta hefur með vöxt í Guði. Árni kom inn á það áðan. Við að vaksa upp til höfuðsins sem Kristur.
Og Biblía meira þess að talar það þegar þau voru í Egyptalandi og þeir fóru inn í, þið vitið, eyðimörkina, þá kallaði Guð á son, svo söfnuð, svo brúði, svo móður. Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Jú, þetta þýðir það að við eigum ekki bara að vera í svona réttinum. Við eigum að safna saman, við eigum að vera söfnuður. Vitið, það eitthvað við það þegar við komum saman í einingu. Þess vegna óvinurinn svona móti einingu. Það eitthvað sem gerist í þínu lífi þegar þú ferð að align yourself með drottni Jesú og öðrum kristnum í einingu. Þið muni hvað gerðist í einingunni. Söngurinn sem var sagður Davíð. Einn fellir 1000, 2 10.000. Ég man ekki alveg nákvæmlega, ég gæti hugsanlega verið að segja þetta, en þið viti hvað ég að meina. Þetta með eininguna, vinir. Þess vegna eigum við að varðveita eininguna í bandi friðar. Við eigum ekki að láta stela frá okkur því sem að Guð hefur áætlað fyrir kirkjuna. Og vinir, við megum ekki vera smeyk við að segja sannleikann. Við eigum að koma saman. Það eitthvað við það þegar við komum saman sem að hrærir hjarta Guðs. Halleluja. Og ég veit ekki með ykkur, en Guð hefur svo sannarlega þurft að eiga við mig í eyðimörkinni. Ógas. Það sem hefur þurft að deyja í eyðimörkinni. Vinir, það hlutir í okkar lífi sem að þurfa að deyja. Ég mig frá mér til mín og öll sú fjölskylda. Hún þarf bara að deyja. Halleluja. Má ég heyra amen? Guðmundur ekki sagt. Sagði amen, segi Sigga. Rétt. En það sem ég meina það að við þurfum að leggja til hliðar okkar eigin plön. Og við þurfum að treysta því að Guð viti hvað hann að gera. Og vinni, til þess að vaksa, þá þurfa hlutirnir að vera heilbrigðir, ekki satt. Fyrirmyndin, skuggamyndin í gamla testamenti, þessi för Ísraelsmanna vaxtarmynd fyrir okkur. Ástæðan fyrir því ég alltaf að tala hana út af því að hún lýsir svo vel hvaða ferðalag við erum á sem kristi fólk. Og við þurfum að taka mark á því ferðalagi. Og vinir, í staðin fyrir að bara fara hring eftir hring í eyðimörkinni, að læra reynslunni, að þroskast á göngunni, ekki bregðast eins við kringustæðum eins og þú gerðir í fyrra. Taka þroskaskref, fara nær Guði, hlusta á Jesú, eiga samfélag við drottin okkar og frelsar á hverjum einasta degi. Og vinir, Guð búin að vera að tala til mín núna síðustu vikur, hvað mikilvægt, einmitt til þess að við vöxum og við döfnum og við séum heilbrigð sem kirkja. Þá þarf þessi fimmfalda þjónusta að vera virk í okkar lífi. Má ég heyra amen? Vinir, postular, best að lesa eitthvað reikningstæð, það ekki fínt? Amen. Halleluja, í Efesus 4:14 stendur, við ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast af hverjum kenningavind. Og þetta Ísraelsmenn í eyðimörkinni. Þeir fara bara hring eftir hring út af því þeir ekki rótfastir, þeir veit ekki hver þeir ekki að læra og þá setur Guð þá aftur og aftur í sömu kringumstæðnar. En ekki lengur, halleluja, tæld af slægum mönnum með vélabröðum villunar. Við heldur að ástunda sannleikann í kærleika. Lykilatriði, vinir. Ástunda sannleika í kærleika. Vinir, það oft talað orð sem beitt en það vantar kærleika. Og vinir, við þurfum að læra að vera að segja satt en í kærleika. Við þurfum að standa með sannleikunum og ekki kvika. Vitið að kirkjan þarf að rísa upp og standa með sannleikanum. Sannleikurinn stóð með þér á krossinum. Hann dó fyrir þig. Það minnsta sem að við getum gert að bara standa með sannleikanum. Ekki kvika frá sannleikanum. Halleluja, í kærleika. Í kærleika, í Jesú nafni. Og vaksa í öllu upp til hans sem höfuðið Kristur. Það hann sem tengir líkamann saman
og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug innan sína þjónustu af hendi. Allt eftir þeim krafti sem hann útlutar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaksa og byggjast upp í kærleika. Þarna aftur verið að tala þetta vaxtar takmark Krists-fyllingar. Og vinir, mjög margir átta sig ekki einu sinni á því að það eitthvað til sem heitir vöxtur í Guði. Við sjáum þetta til dæmis í tjaldbúðinu, við fengum alveg ítarlega kennslu tjaldbúðina. Það fyrst forgarðurinn. Það komist allir inn í forgarðin. En vinir, þegar þú kemst inn í hið heilaga, þá ertu komin nálagt hjartslætti Drottins. Það bænaraltarið. Það orðið sem hægt að nema af. Þessar 66 bækur. Biblíuna sem innblásið orð Guðs. Og svo það stjórnun, það brauðin 12, það fullkomin stjórnun. Og Guði þannig, það frelsi í ríki Guðs, en það líka regla. Og hann gerir hlutina eftir sinni reglu, ekki satt. Og við verðum, þegar við erum að heyra bæði þegar fólk kemur, og til dæmis eins og varandi spádóm annað, við verðum að þekkja orð Guðs. Það þarf alltaf að ríma við orð Guðs. Og ef það gerir það ekki, þá það ekki frá Guði. Og við verðum að greina á milli. Má ég heyra amen? Og við erum á alvarlegum tímum, en við erum á spennandi tímum á sama tíma. Og vitið það, núna vill Guð að við förum að taka á loft, að við förum að fljúga úr hreiðrinu, að við förum að vaxa upp til höfuðsins sem Kristur. Segjum saman vaksa. Það var lagið. Vaksa og þroskast. Rétt hjá þér Guðmundur. Vaksa og þroskast. Og í Efesus 4, áður en hann talar þetta, við eigum ekki að vera börn sem að hrekjast til og frá af sérhverjum kenningavind. Þá stendur svo, og frá honum sú gjöf komin, að sumir postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga að fullkomna hinn heilugu og láta þeim þjónustu í té, líkama Krists til uppbyggingar. Og vinir, nú skiptir máli að skynja tíð og tíma. Má ég heyra amen? Nú skiptir máli að skynja tíð og tíma. Því að það ný tíð og þá þurfum við að biðja í anda, sérhverri tíð í anda. Og vinir, bæni mín í dag hefur breyst. Ég bara segi ykkur það, út af ég finn að Guð að færa okkur frá einum stað til annars. Og nú ég að leita Drottins, býtu hvað, hvernig byggjum við líkamann, hvernig eru hlutirnir eðlilegir, hvernig ekki óbalans í ríki Guðs. Og vinir, til þess að vaksa í hennum nýja sáttmála eftir vilja Jesú, þá þurfum við þessa 5-földu þjónustu í kirkjuna. Það mun ekki gerast með öðrum hætti. Og hann telur hér upp þjónustur. Og margir skilja ekki hvaða þjónustunar, hvaða hæfileiki þetta sem að Guð vill gefa kirkju sinni. En mér langar að segja eitt. Þetta postuleg kirkja. Þessi kirkja postuleg kirkja. Og postuleg kirkja þýðir fyrst og síðast að það hægt að byggja. Þetta smurning til byggingar. Þetta byggingarsmurning sem býr yfir þessari kirkju. Og ef þú hefur ekki vitað það, þá býr hér möguleiki til að vaksa í allar áttir. Og vinir, Guð hefur valið þessa kirkju, ekki út af því að ég svo frábær eða við erum svo mikið best, sennilega þvert og öfugt. Hann velur nefnilega það sem að heimurinn telur vera lítilmótlegt. Hann velur það sem smátt til þess að gera hinu vitru kynróða, ekki satt. Þannig að Guð notar ólíklegasta fólk til þess að koma fram með vilja sinn. Og hann talar hér við kirkjuna í Nýja testamentinu undir nýja sáttmálanum og hann segir, ef þið viljið þroskast, ef þið viljið vaksa upp til hans sem höfuðið Kristur, þá þarf þessi 5-falda þjónustu að vera virk í kirkjunni. Og nú langar mér aðeins að tala þessa 5-faldu þjónustu því hún mikilvæg í kirkju Guðs. Og ef hún ekki í gangi
Og ef að Guð leggur á þitt hjarta að eitthvað sé ábótavant, förum ekki í símon og tala illum kirkjuna eða tala illum kirkjur út í bæ, alls ekki. Við tölum líf en ekki dauða hér. Má ég heyra amen. Við tölum blessun en ekki bölvun. Við bindum brákaðan reir. Við brjótum hann ekki. Við blessum aðra kirkjur en það bara ákveð sem að Guð hefur lagt á Smára kirkju að gera og við ætlum að gera það. Má ég heyra amen. Halleluja. Þannig að apostolakirkja kirkja sem með smörningu til þess að byggja. Og vinir, ef þið hafi ekki tekið eftir, þessi kirkja hefur þessa smörningu til þess að byggja ríki Guðs. Halleluja. Og ég hef bara oft ekki áttað mig á því hvað það apostolakirkja. En þetta fyrst og síðust smörning til þess að byggja. Og það eru einstaklingar með þessa smörningu til að byggja. Það eru ekki allir. Og ef þú ert ekki viss, skoðaðu ávöxtun í kringum viðkomandi. Hann postuli? Hann postuli? Þú sér það ávöxtunum. Það sem að viðkomandi hefur byggt upp, stendur það? Eða stendur það ekki? Yes. Það þögn í húsinu. Nei, en þú sér samt ávöxtuna. Það þannig. Þú sérð ávöxtunni þekkist tréð. En svo kemur þessi magnaða sem að við sækjum svolítið mikið í. Sumir eru hvað? Þeir eru spámenn. Við elskum hið spámannlega. Og vitið það, hið spámannlega verður að vera virt í kirkjunni. Spámennir eru þeir sem heyra rödd Guðs og segja liðinu frá hvað Guð að tala inn í nútíð og það sem hann að fara með kirkjuna. Hún þarf að vera virk. En vinir, spámenn sem eru ekki grundvallaðir í orði Guðs fara út í skurð. Ég ætla bara að segja ykkur það. Við þurfum að vera grundvölluð í Biblíunni. Við þurfum að vita hvað máli snýst Við þurfum að þekkja reikningarnar. Og við þurfum að passa að leiða ekki fólki, að leiða okkur út í einhverja vitleysu. Spámenn, þetta eru magnaðir einstaklingar. Ef þeir eru grundvallaðir. Þannig að leyfum ekki hverjum sem að tala inn í líf okkar. Reynum andan. Ríma það við það sem að reikningin kennir okkur. Ef það gerir það ekki taka á móti því. Ég bara hvet ykkur. Ef það rímar ekki við bókana, ekki taka við því. Í Jesú nafni. Halleluja, má ég heyra amen. Þannig að spámenn geta verið ofur andlega verur, geta verið alveg bara ofboðslega magnaðir, en stundum vantar upp á þetta akkeri sem þungaviktin í að vita hvað orð Guðs segir. Það þarf að vera vogaskálar. Má ég heyra amen. Halleluja. Þess vegna segir ritningin reynið andan. Þetta góð prédikun? Mér finnst hún alltaf mjög góð. Amen. Takk Jesús. En svo kemur þetta sem að okkur hefur kannski svolítið vantað. Sumir eru trúboðar. Og vinir, við þurfum að fara bara að spýta í lóana með það. Við þurfum að vera trúboðar. Og vitið, það kemur svo mikið vakning þegar við byrjum að vitna fyrir fólki. Og það sem að ég og Jóhann erum bara farin að gera, við erum farin að vitna fyrir fólki í ræktinni. Halleluja. Já, einmitt. Jóhann ekki alveg í andanum í dag, en já, við fórum út að borðundaginn og við fórum að vitna. Nákvæmlega, það hægt að vitna hvar sem Og við margir hugsa svona, hvernig að vitna? Það eins og einhver maður niður í bæja okkur en stóla, með eitthvað svona rosalegt plagg framan á sér að þú sért á leiðinni til helvítis. Þannig ekki mín taktík þegar ég að vitna fyrir fólki. Vinir, við erum öll einstaklingar, við höfum öll áhrifasvið í kringum okkur. Fólk sem að tala bara við okkur eða að umgangast okkur eða fólk sem að við getum snert á. Og það sem að fólk hefur mestan áhuga á þinn vitnisburður. Og vinir, þegar þú ferð að tala vitnisburð, gæsku Guðs, hvað Guð hefur verið góður við því í gegnum lífið. Og vá, hvað ég hef marga vitnisburði þar sem að Guð hefur bara mætt mér. Vitið, ég segi fólk frá vitnisburðinu mínum, fyrst og síðast.
Og ég segi frá hvað Guð góður og hvernig ég upplifi Guð og svo framvegis. Við eigum að vera bréfþekkt og lesið af öll mönnum. Halleluja. Og við erum ofta að gera hlutina svo flókna en leið og þú opnar hjartað þetta og segir, í mínu lífi virkar þetta svona. Guð hefur mætt mér hér og vitið hvað? Fólk getur ekki rifist við vitnisburð. Hvað á fólk að segja við þínu vitnisburð? Ef þú kemur með ykkur svona, biblíulegar pælingar í fyrsta skiptið sem þú tala við fólk mun ekki skilja það. En þegar þú opinbera Jesú í gegnum líf þitt og reynslu, þá tekur fólk á móti. Og það ástæða fyrir að opinberunarbókin segir þeir hafa sigrað fyrir blóð lambsins og nákvæmlega. Þeir hafa sigrað fyrir blóð lambsins og orð vitnisburðarins. Halleluja. Vinir, við þurfum að gera vitnisburðin okkar aðgengilegan öllum. Og ég finna alltaf því ég deili vitnisburðinum mínum, þá opnast leið. Það bara kemur opnun. Og þá get ég sagt fólki frá hver Jesús í mínu lífi. Þannig að vitnisburð trúboð. Og það sem við erum farin að gera meira af bara að sinna trúboði. Við vorum hérna með Revive Iceland, það var magna, það gerðist eitthvað þessa helgi. Af hverju? Því að þetta vilji Guðs. Þetta ein af þessum fimmföldu þjónustu og hún skiptir máli. Þannig að hugsaðu kannski fyrir þig, hvað þýðir trúboð fyrir mig? Hvernig get ég miðlað á mínum vinnustað, í minni fjölskyldu, mínum vinahópi eða hvað sem það Guð gefði okkur tækifæri. Halleluja, til þess að miðla krafti þínum. Halleluja. Svo eru sumir hirðar. Ég hirðir og apóstoli og reynda spámaður og kennari. En auðvitað við með svona primary kannski gjöf meira en aðra. En það sem ég vildi segja, hirðar. Ég búin að fá svo mikla opinberunandi, ég búin að vera að stúdera hirðin. Og við sjáum þetta bara í Sálmi 23. Drottinn minn hirðir, hann okkar hirðir, hann tekur utan okkur, hann passar okkur. Við erum eins og lömb sem að stundum förum með einhverja villu vegar og svo kemur hann og grípur okkur til sín. Hann dregur okkur til sín og hann yndislegur. Og ég svolítið þannig, ég vil draga alla, ég vil allir séu góðir, enga vitleysu. Ég vil ekki konflikt. Algjörlega, ég kem að því. En það sem ég að reyna að segja, allar þessar gjafir þurfa aðra gjöf til að styðja sig við. Hirðirinn, nefnilega, a.k.a. ég og fleiri sem eru hér inni, ég á það til að vera pínu meðvirk. Og það ekki vilji Guðs. Hirðirinn þarf að læra að segja sannleikann í kærleika. Og vinir, það skiptir svo miklu máli, sérstaklega á þessum tíma sem við lifum á. Það sem að allt einhvern veginn út allt í andaheiminum og Guð að kalla kirkju sína herra, að já okkar sé já og neið nei. Að já okkar sé já og neið nei. Að við rötum beinar brautir. Að sannleikur sé sannleikur og lygin lygin. Og við tökum ekki þátt í verkum óvinarins. Við tökum ekki þátt í lygaverkum. Við tökum ekki þátt í því sem óvinurinn ætlar að gera. Má ég heyra með hann? Takk Jesús. Og svo að lokum það kennari. Við erum nú aldrei búin að vera að spýta í lóana með það að fara að kenna fólki. Og ég hvet ykkur, ef þið ekki að mæta á miðvikutum, mætið á miðvikutum. Þetta nefnilega eins og biblíuskóli. Og ég bara, frá því að í rauninni þeim bara byrjaði svona krafti. Ég finn bara hvernig hvernig ganga mín búin að eflast. Að sökkva sér í orð skipti svo rosalega miklu máli. Vitið það, okkar hugmynda, allt sem að ég byggi líf mitt á ritningin. Það á að vera ritningin. Og vinni, ritningin kemur inn á öll svæði lífsins. Það bara þannig.
Og við þurfum að leyfa reikningunni, bæði hafa áhrif á okkur og við þurfum að lesa reikninguna og það sem ég er farin að gera núna, ég er farin að hlusta á reikninguna, ég er svo blessuð með þetta app sem er hérna biblíuappið, mér finnst það geggjað, ég bara tók nokkur bréf í gær og fyrradag, ég bara elska það og mæli með því. Sumir nefnilega eiga erfitt með að lesa. Hlustið á biblíuna, hlustið. Ekki láta dag líða nema allavega að hugleiða orð hans, lesa orð hans, biðja til hans, leyfa honum að hafa áhrif á hjartað. Má ég heyra amen? Erum við til í þetta, krakkar? Erum við til í þetta? Halleluja. En oft með kennara, oft með kennara, þeir glíma við hroka. Nei, aftur, allar þessar þjónustur þurfa að vera tengdar út af við höfum ólíka styrkleika. Ástæðan fyrir því að það þurfa að vera fimmföld þjónusta út af því að það harmonera saman. Þetta tengir líkamann saman eins og reikningin kennir til þess að við séum heilbrigð. Að við séum ekki bara með einn fót og eina hendi og við bara hoppum allt sem við þurfum að fara. Við þurfum fimmföldi þjónustuna, má ég heyra amen. Og í dag og framvegis, bæði í sumar og í byrjun vetrar, þá ætlum við að hella okkur út í þessa kennslu. Við ætlum að byggja heilbrigða kirkju, má ég heyra amen. Við ætlum að byggja og við ætlum að sjá ávöxt í Guðs ríkinu. Við ætlum ekki bara að horfa eða vonast eftir að það komi ávöxtur, því að þroski er val. Það bara þagnar allt svakalega hér í dag. Vitið það er gjöf frá Guði þegar við frelsumst. Fagnaðarerindið, og við byggjum allt á fagnaðarerindinum. Þetta er allt Jesú. Vinir, það er gjöf frá Guði þegar við frelsumst. En að þroskast og ganga með honum, það er val þitt. Þú þarft að velja að ganga nær frelsar þínum. Það er val. Og vinir, þessi kirkja ætlar að velja að ganga nær. Við ætlum ekki að sætta okkur við að vera bara í forgarðinum. Við ætlum að fara inn í þið heila og reyndar inn í þið allra helgasta. Við ætlum að koma fram fyrir náðastóð Drottinn og við ætlum að sjá hluti gerast í ríki Guðs sem að við hefðum ekki trúað að það gæti gerst. Ekki út af eigin getu, heldur út af hans blessun. Má ég heyra amen. Takk Jesús. Halleluja. Og hann er trúr. Halleluja, hann er réttlátur og hann er miskunnsamur, halleluja. Þannig að trúboðar, hirðar, kennarar, postular, spámenn, þetta skiptir allt máli. Og vinir, allir hér inni eru með vísir af þessu í sínu lífi. Það er bara spurning hvað þú nærir þetta. Það er spurning hvernig þú þroskar þessa eiginleika sem að Guð hefur sett innan með þér. Þessa gjafir sem að Guð hefur sett innan með þér. Og vinir, kirkjan er ekki bara ég eða einhverjir 3-4 sem að bera alla byrðina. Það er óheilbrigð kirkja. Það sem að við ætlum að fara að gera er að rísa upp öll saman og við ætlum bara að fara að byggja kirkjuna. Og þegar kirkjan er við, hún er collectively við, má ég heyra amen. Halleluja. Heyrið það sem ég er að segja. Halleluja, það ætla ég rétt að vona. En við viljum að vöxturinn sé eðlilegur. Og vinir, óvinurinn nota stundum óbalans í okkar líf. Og það er búið að vera of mikið af óbalans í kirkjunni. Fókusin okkar hefur mjög oft farið á okkur sjálf eða einhverja sem er í ríki Guðs sem að við teljum ekki vera eins og þeir ætti að vera. Eða ágreining eða móðgun eða sært stolt. En aftur fókusin þarf að vera á Drottni. Og óvinurinn nota óbalans hvers konar. Það getur verið relational óbalans, samskipti við fjölskylduna eina, halló, been there, done that. Það getur verið fjárhagslegur óbalans.
Það getur verið andlegur óbalans. Það getur verið að þú ert eitt í dag og annað á morgun, orðin standast ekki. En Guð að reisa fólk það sem það segir það sem það gerir. Má ég heyra amen? Og vitið það, þannig rötum við beina brautir. Guð er svo stórkostlegur. Halleluja. Má ég biðja ykkur að bara lyfta höndum ykkar og lofa hann hér í dag. Halleluja. Drottin, ég biðjum að gefa okkur Jesús. Halleluja. Viltu gefa okkur drottin þolgæði? Viltu gefa okkur náð til að rata beina brautir? Halleluja. Ég biðjum að reisa upp fimmföldu þjónustunni í þessari kirkju, drottin minn. Halleluja, að líkaminn sé heilbrigður á göngunni með þér, drottin minn, að við lítum ekki til hægri eða vinstri, að við rötum beina brautir. Og drottin, ég kem í gegn óbalans, ég kem í gegn ófrið sem í lífum hvers og eins hér inni, drottin, og ég tala frið sem æðri öllum kringumstæðum. Og drottin, ég reis upp stólpa hér í dag. Ég reis upp vilja þinn, drottin minn, Jesús, til þess að byggja ríki þitt, drottin minn. Ekki okkar eigin ríki, heldur ríki þitt, heilagi Faðir. Og drottin, ég bið Jesús að það sem hefur truflað okkur, sem á göngunni bara í eyðimörkinni, að það hætt að trufla okkur, að við fáum fókus eins og örnin sem að fer yfir kringumstæðurnar, að við hættum að vera eins og lítið börn sem að þarf að gefa mjólk, að við förum á fasta fæðu. Ríkarabashia, tölum í tungum. Harabasitarabahaya. Harabasitarabahaya. Urabashikirabahaya. Í Jesú nafni, að við rötum beina brautir. Harabashiak. Halleluja. Og drottin, viltu reisa upp Jesús. Halleluja. Fólk sem lítur á stormin sem áskorun. Fólk sem lítur á stormin sem bara tækifæri til þess að vaksa hærra í Jesú nafni. Halleluja. Takk Jesús. Og vinir, þegar þessi fimmfalda þjónusta, þegar hún verður virk í kirkjunni og fólk verður að vaksa eins og rababarar, þá hefur fólk líka rætur. Það ekki hægt að kjafta það út úr ríki Guðs eða kjafta þau inn í einhverja kenningar, vitlausa kenningar. Það veit hvert það Það lætur ekki tala sig til. Halleluja. Og vinni, Guð að setja þetta element inn í kirkjuna út af því að við getum ekki borið ávöxt nema ræturnar séu djúpt. Og ræturnar get ekki farið djúpt nema þú sér grundvallaður. Og vinir, Guð að kalla okkur til grundvöllunar, að við séum bara grundvölluð í honum. Að við séum eins og í Sálmi 1. Halleluja. Að við séum eins og tré sem við rennandi læki og við berum ávöxt á réttum tíma og blöð okkar þau visna ekki. Og vinir, ef að þú ert að gangi í gegnum eitthvað svona kringumstæði þar sem að þú upplifir óbalans, þá langar mér að segja við þig, meiri sá sem í þér heldur en sá sem í heiminum. Árni, þú kallaður til þess að fljúga. Það mögnu köllun á þínu lífi. Þú kallaður til þess að fljúga yfir kringumstæður. Það þannig. Og þú hefur stundum upplifað bara eins og þú sért einhvern veginn, út í hotni eða eitthvað svoleiðis, En Guð hefur kallað þig og þessi reynsla sem að þú hefur farið í gegnum verður nýtt. Það þannig. Og mér langar að minna þig á að Guð iðrast hvorki náðargjafar né köllunar. Og hann veit hvað hann að gera. Og ég að segja þér, Árni, það býr í þér svo mikið. Hvernig var að teygja hendurnar í átt að Árna? Bara í Jesú nafni. Harabashikirabahaya. Ég blessa bróður minn í dag og ég brýt af honum sérhvert ok sem að reynir að halda honum niðri í Jesú nafni. Hirabasikarabashiak. Halleluja. Ég bara leys hann undan. Halleluja. Harabashiak. Harabasitarabahaya. Ég finn bara eins og þú hafi verið undir bara stanslausu árásum. Ég get ekki eiginlega útskýrta með nokkrum öðrum hætti. Þú búin að vera undir þvílíkum árásum. Það út af kölluninni, Árni. Guð ekki búin að gleyma þér. Og þú munt upplifa yfirflæði.
Og það mun smitast inn í fjármálið þín. Það mun smitast út allt. Harabashikirabahaya. Halleluja. Og ég bara hasta á þetta vald sem að reynir að brjóta þig niður. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Harabashikirabahaya. Harabashikirabahaya. Jesús, rís maður eins og fætur.